það búið að vera mikil vakning og sko, ég hef verið að viðurkenna það, svona Donald Trump kemur, menn að tala um hans í einræðisherra en hann var náttúrulega kjörinn lýðræðislega og þeir fá meirihluta republikanar bæði í öldungadeildinni og þingdeildinni sko, þannig að þetta bara lýðræðisir niðurstaða og þeir eru með mikil völd og þeir eru að nota þau völd til þess að bara endurheimta almenna skynsemi. Og gera það sem þeir sögðust alltaf að gera fyrir kosningar. Og sumir segja að þetta sé ekki lengur íhaldsmenn, þeir eru bara anti-woke-menn og en það er svona ekki alveg málefnilegt sko, íhaldsstefna þetta eðli sínu anti-woke. En ég hef oft hugsað sko bara, ég þor ekki alveg að treysta því að sko, núna eru fólk að segja, já bara núna eru dagar woke-sins taldir og bara það er komin leiðtogi hins vestræna heims sem er á móti woke en maður hefur hugsað sko, þú veist, já við skulum nú bíða rólega því að þau eru nú örugglega eftir að finna einhverja leið til þess að koma hún frá eða eitthvað og þetta kemur aftur. En það er ekki bara Donald Trump sem er einhvern veginn að vekja fólk til lífsins eða neyða með harðri hendi að pressa vókið niður. Það er ekki þannig. Heldur fólk bara raunverulega að vakna. Og það er búið að vera mjög áhugavert og það er sérstaklega áhugavert að sjá á samfélagsmiðlum fólk vera að tala fólk sem var áður rosa vók og hefur einhvern veginn átta sig. Það er mjög refreshing einhvern veginn að sjá slíkt og ég með allavega 2 slíkar klippur. Hérna bresk stúlka sem að segja frá því hvernig hún var transaktivisti. Svo kíkjum við þetta. I used to sort of be a trans activist. The most embarrassing thing looking back that I posted in lockdown when I was in my infographic performative activist era, it was a cartoon of a vulva and the same image printed right next to each other. On the left it said woman and then on the right it said man/non-binary and I reposted it and I said, if you don't agree with this you're simply transphobic. I had no idea what I was talking about. I'd never read the other side, yet I was confident enough to say that online. So I was obsessed with the idea of being progressive and that was the progressive thing to do. When I say I used to sort Þegar maður tekur eftir þetta verkar á mann svona eins og heilaþóttur, margir að tala heilavírus og fólk verði einhvern veginn bara svona heltekið af þessu og það eins og ég segi, óbáslega svona mjög svona góð tilfinning að sjá þetta víða, að fólk sé hreinlega þeir sem áður voru mjög grimmilega vók séu einhvern veginn fannir að sjá bara þetta var galið og persónufornöfnin og allt þetta rugl sem hefur gengið á bara, þetta bara hugmyndafræði sem heldur síðan einhver vatni þegar fólk fær að byrja að spyrja spurninga þá bara hrynur þetta allt. Við erum með aðra klippu á þessum slóðum, við skulum sjá þetta líka. It's funny because we're on different sides, supposedly, but we have a lot of similar experiences because the social justice or woke world, I was in it for about 2 decades. I worked with comedians who also were woke and pushed woke beliefs in their comedy, and I really was a true believer in it. I thought it was about ending racism and sexism, and when I started to question it, it was like your whole world crumbling. I lost a lot of friends. They weren't friends, they were allies. That's the way I think of it now. I ended my career and changed my whole perspective. And I think the reason it's so traumatizing, to use that word, is because it's not just like you're changing one opinion on one issue. If you think of your belief system as like a house, you are literally bulldozing your whole house to the ground and starting over with brick by brick. What do I believe about this thing? I don't have an opinion yet on that because I'm trying to read about, I had limited myself in so many ways of what I was allowed to listen to or allowed to read, or, within that cult there are people that you just don't listen to. I had never listened to a lot of conservatives. So. And that's a problem in and of itself too, is... Þetta ágætis yfirferð þarna, en eins og ég segi, það er mikil vakning að eiga sér stað og auðvitað, fólk þroskast og getur einhvern veginn svona átt að segja og það er náttúrulega besta sem þú gerir í lífinu, það stærstu þroskaskref mín alltaf þegar ég hef átt að mig á að ég hef haft rangt fyrir mér og það er rosa góð tilfinning að viðurkenna að maður hafi haft rangt fyrir sér. Og auðvitað get ég sagt að einhverju leiti hef ég sjálfur verið svona í á fyrstu stigum vóksins hef ég nú bara tekið þar fullan þátt. Ég var alveg óforskammaður, óforbetranlegur herskár trúleysingi sem að
sem að taldi siðferði trúleysingja vera æðra siðferði þeirra sem að gengu í kirkju og slík var trú mín að hérna, já, ég einhvern veginn opinberaði þetta bara út á torgum og í útvarpi og svona, alveg mjög harður á þessu, en svo hefur maður bara einhvern veginn breytt skoðun og það er bara helviti góð tilfinning, sko. Já, þetta er líka, sko, eins og hún sagði, sko, ég er eins og hún, auðvitað vill ég ekkert að það sé rasismi, ég vill ekki að það sé sexismi, ég vill að það sé mannréttindi, en það sem er munurinn, hvernig við förum að því að koma fram og hvað við skilgreinum sem þessi hugtök. Algjörlega. Þar er, þú veist, nýfurinn í kunni, sko. Hún segir hann að ég hafði aldrei hlustað á neitt konservativ eða íhaldsmann eða ég aldrei lesið íhaldsmenn og að sjálfsögðu, sko, íhaldsmenn eru á móti rasisma og þeir eru á móti sexisma og svona, en þetta er þessi ægilega dómharka og það er þessi við og þau aðgreining alltaf og hérna sem er náttúrulega, þetta er einhvern veginn það held ég að versta sem hefur gerst fyrir vestrænan heim á undanföllum, það sem hefur verið að þróast núna á síðustu 10 árum og þessi djúpa skautun sem hefur átt sér stað vegna þess allt meira og minna út af þessu vókrugli, sko. Já, og ég bara, þú veist, við erum báðir 90s, skilur og allavega frá minni upplöfun og þá sem voru í kringum mig þá voru til þess eins og með rasismi, þú veist, maður ædólæsaði bara svarta íþróttamenn, tónlistamenn, þú veist, og voru, þú veist, það var aldrei neitt, mér finnst, sko, in general, almennt séð, rasismi, gagnvart svörtum sérstaklega, ekki til stað. Nei, algjörlega, og bara og einmitt og fara síðan út í það að einhverja stelpur eru með sko fléttur og eitthvað, þá er það bara hræðilegur systematískur rasismi og menningarnám og þetta skammast ín og þetta er bara trúar költ og sturl. Já, en ég man samt alveg eftir að þar var sexism, þú veist, það var ekki alveg, þú veist. Í rappinu var það bara. Nei, líka bara hjá okkur, in the 90s, skilurðu, þá vorum við svona aðeins meiri, þú veist, mann má alveg pússa til tungumáli sitt við hittkennið og svona sem var svona meira svona en það er bara búið að lagast og ég meina algjörlega Kurt Cobain, hann var nú hann alltaf dó 94 hann löngu fyrir þann tíma þú veist, hann var alltaf talaði á þeim nótum sem feministi það var áður en að feminismi var svona hryllilega mikið karlhattur, sko. Já, menn að þú skilgreinir bara orðið feminismi er alltaf skilgreind, þú trúir að jafnrétti kynjanna. Það var alltaf það sem það er. Þegar það var þannig. Þá er ég það, skilurðu. Alveg klálega, en það er bara ekkert lengur svoleiðis, skilurðu. Þetta er mjög svona hressandi. Já. Og þessar klippur sem ég spilaði, þetta er náttúrulega bara nokkrar af mjög mörgum og við höfum verið að sjá svona viðtölu fólk sem að hafa einhvern veginn átta sig og það er, eins og ég segi, vonir standa til þess að eitthvað svona meiri almenn heilbrigð skynsemi sé að hasla sér völl í okkar samfélagi. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.